Vagga körfuboltans á Suðurnesjum, það vita flestir. En við fórum á leik með döbbunum og öllunum. Körfubolti hefur lengi verið einn vinsælasta íþróttin á Suðurnesjum. Hvergi hafa fleiri meistaratitlar farið en til Suðurnesja síðasta aldarfjórðunginn. Það ætíð góð stemning í kringum boltan og fjöri fer ýmsar leiðir, getum við sagt. Gunnar Örlygsson, núverandi formaður körfuknattleiksdeildar Njarðvíkur, bauð vini sínum Jóni Gauta Dagbjartssyni sem formaður deildarinnar í Grindavík og bræðrum hans í mat á veitingastaðinu og verslunina Sipp og Hoi í Njarðvík fyrir leik liðanna í Dóminusdeildinni í körfu nýlega. Gunnar og bræður hans Teitur og Sturla hafa verið viðloðandi körfubolta stóran hluta lífsins og sama má segja Jón Gauta og bræður hans Dagbjartssyni í Grindavík, þó þeir Grindjánabræður hafi ekki gert garðinn svona frægan á vellinum, heldur meira úti á sjó eða þannig. En sem sagt, öllarnir buðu döbbunum í mat fyrir leik og auðvitað var slegið á létta strengi og skotið hörðum skotum á víxl, meðal annars á fésbókinni, þar sem Gunnar bauð þeim bræðurum. Þar fóru menn mikinn í yfirlýsingum. Grindavíkurbræðurnir mættu í fisk og franskar en gátu líka fengið öllaborgara, alltaf hætti systur öllanna, Margrétar, sem ræður ríkjum í Sipp og Hoi. Það þótti við hæfi að skreita hópana með bæjarstjórunum úr Grindavík og Reykjanesbæ, Róberti Ragnarsinni og Kjartani Má Kjartansinni, en sá fyrrnefndi gallharður stuðningsmaður liðsins eins og sjá má á klæðnaði hans. Eftir matinn héldu allir saman á leik Njarðvíkur og Grindavíkur sem var fjörlegur í meira lagi, en með frekar óvæntri súperframmistöðu Grindvíkinga. Kaninn þeirra fór hamförum og skilaði nærri 50 stigum í leiknum og skyggði á hinn eitursnjalla Stefán sem hefur skorað annað hvert stig Njarðvíkinga frá því hann kom til liðsins ekki alls fyrir löngu. Þrátt fyrir mikla baráttu Njarðvíkinga í Ljónagreifinu þetta kvöld tókst þeim ekki að landa sigri. Gestirnir úr Grindavík voru einfaldlega betri. Eftir leik tókust formennirnir í hendur og voru hressir. Jón Gauti Grindavíkur formaður, þó ögn léttari eftir sigur sinna manna. Gunni, þetta var erfitt hjá ykkur í allt kvöld. Við náttúrulega byrjuðum leikinn alveg hræðilega. Strax 20 stigum undir í fyrsta leikluta og móti jafn sterkur lið og Grindavík, það náttúrulega gríðarlega erfitt. En í fjórða leikluta náðu þessu niður í 6 stig. Það hafði allt getað gerst, það hefði getað dottið sitt hvorum megin. Við erum stoltur af strákunum að hafa náð að koma tilbaka með þessum hætti. Grindavíkurkaninn var náttúrulega frábær í kvöld. 44 stig og gríðarlega sterkur. En mér finnst ágætt að sjá hann svona núna í kvöld vegna þess að ef við hittum við aftur seinna á leiðinni að þá vitum við hvernig við erum að taka á honum. Já, það var sætt. Já, þetta var verulega sætt. Maður var svo sem, ég var dálítið banginn áður en ég kom hingað, viðurkenna það, en það sem að ég er nú aðeins eldri og reyndari Gunni í stjórnarstörfum í körfubolta, hann átti eitthvað tímabil hérna, 2 tímabil sem leikmaður. Líka 10 árum eldri. Við erum jafngamli sko, en ég hann er rúkki í stjórnarstörfum í þessu og Gunni gerði kannski þau mistök í kvöld að bjóða okkur í mat fyrir leikinn. Hélt að væri að gera eitthvað gott fyrir guðuna og myndi fá það tilbaka, en staðreyndin bara svo, og þetta ég búinn að læra, the hard way. Þýðir ekkert að vera með einhverja gestrisni. Þá ertu bara tekinn í bólinu og það var það sem við gerðum í kvöld. En á öllu gríni sleppti þá það ógeðslega sætt fyrir okkur að vinna þetta. Okkur vantaði þetta meiri Njarðvíkinga, það klálega þannig og það mjög sterkt fyrir okkur að vinna það. Og var þetta mistök að bjóða þeim í mat, Gunni? Nei, það aldrei mistök að bjóða þessum höfðingjum í mat, en það eru þeir mjög skemmtilegi menn eins og við þekkjum öll. En ég er sammála Jóni Gauti með það að þessi leikur skipti Grindavík meira máli en Njarðvík. Liðið var í 9. sæti fyrir þennan leik og við í því 3. Við ætlum okkur að halda því sæti út keppnina, það eru 5 leikir núna eftir. Og ég vona innilega að vinnur okkar í Grindavík komist alla leið í úrslitakeppnina vegna þess að öll 3 Suðurnesjaliðin í 8 úrslitum. Úrslitakeppnina er eitthvað sem við Suðurnesjamenn þekkjum og viljum sjá. Ólíkt kannski eins og Gunni segir, þeir eru í sæti sem við vilja vera í, við erum kannski ekki í sætinu sem við viljum vera í. Og ég myndi segja að þessi sigur kannski þetta sýnir það smá réttlæti í lífinu. Ég meina, Gunni við erum formenn okkar deilda. Gunni klárlega myndarlegri, hann mikið stærri og hann meiri töffari. En ég fekk tilbaka sem sigur hér í kvöld og það segir okkur að það réttlætt einhvers staðar. En þið getið náttúrulega hist, ef þið komast í úrslitin og bæði lið, þá gætið hugsanlega hist þar. Já, ég skal umorða fyrir þið. Þegar við erum búin að tryggja okkar sæti í úrslitunum, þá vonandi möguleika því að við mætumst og ég ætla að vona Njarðvíkingar, og það nokkuð öruggt, en ég vona samt að Njarðvíkingar muni hafa heimavellarréttinn vegna þess að
það verður ennþá sætara að vinna það hérna og slá það út á heimavelli. Ég spáði því ef að Grindvíkingar ná 8. sætinu sem að stefnir í og jafnvel lofar að ef þeir fá Íslandsmeistara KR-inga í 8. úrslitum þá kemur mér ekkert á óvart að með þessari spilamennsku í kvöld og sláir KR-ingan út. Þannig að við eigum þó séns á því að mætast í úrslitum síðan. Við mætumst einhvers staðar á leiðinni og ég verð að koma einu á framfæri. Þó ég þyrfti alltaf að tapa fyrir Njarðvík, en eiga svona mann sem vinn og eiga alltaf matarboð fyrir leik, ég held ég myndi bara skrifa upp það er alltaf frýr bjórið, ekki? Þú getur treyst í. Myndi ég skrifa undir það. En ekki næst að þú bjóður í mat? Það nokkuð ljóst. Ég ætla ekki að reyna að toppa Gunna. Sá sem reynir að toppa Gunna, hann verður undir og tapar illa. En ég get gert vel líka og ég mun að sjálfsögðu gera vel og þá verða Víkurfréttir velkomna það líka. Hann í skapi til að skjalla eftir sigurleik. Segir yfir skjallarinn. Þú harður stöðningsmaður í búning og öllu saman. Já, ég mæti nú á vel flesta heimaleiki í Grindavík og bara stuðningsmaður liðsins, þannig að það ekki máli hvað að vera, ég mæti yfirleitt. Sætur sigur? Já, þetta byrjaði rosalega vel og Njarðvík gæti komið tilbaka, þannig að það var gott að ná að sigla þessi inn í lokin. Ja, þetta að koma hjá okkur, þetta er bara erfitt í vetur. Já, gengum mjög vel eftir áramót og nú bara siglum við inn í þessu úrslitakeppni og klárum þetta.